janúar. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mig langar til að kveða með hljóðs undir 7. lið fundargerðarinnar. Þar var lögð fram að nýju tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá 7. nóvember uppsetningu vegriða milli stofnbrauta á höfuðborgarsvæðinu og þarna var lagt fram bréf frá umhverfis- og skipulagssviði málið og síðan voru greidd hana atkvæði. Upphafleg tillaga hljóðar svo: Borgarráð Reykjavíkur skorar á Alþingi og Vegagerð ríkisins að ljúka sem fyrst uppsetningu vegriða á milli allra stofnbrauta á höfuðborgarsvæðinu með 2 eða fleiri akreinum í hvora átt þar sem leyfður hámarkshraði 60 km á klukkustund eða meira. Það er auðvitað þjóðþrifamál að það sé ráðist í slíkar öryggisaðgerðir á gatnakerfinu í Reykjavík. Eins og menn vita þá verða mörg slys á ári á stofnbrautakerfinu og þessi slys geta orðið alvarlegri heldur en annars staðar út af hraðanum sem oft á bílum sem rekið eftir stofnbrautum. Og reyndar er það þannig að slys þau eru frekar sjaldgæf slík slys að bílar að það verði árekstrar á stofnbrautum með þeim hætti að bíll fari út af sínu vegarhelmingi yfir umferðareyju og yfir á hinn helminginn, en þegar slík slys verða þá geta þau orðið mjög alvarleg. Og það er auðvitað margs að gæta í þessu samhengi. Þetta uppsetning slíkra vegriða á augljóslega best við þar sem umferðarhraði er mestur og umferðin er þyngst og það þarf auðvitað að taka tillit til þess að það sé ekki með þessum vegriðum skorið á hverfi. Það þarf að taka tillit til allra samgöngukosta þar sem slík vegrið eru sett upp. Það þarf jafnvel frekar jafnvel í enn ríkari mæli en annars staðar að tryggja það að gangandi og hjólandi komist leiðar sinnar yfir þessar stofnbrautir og það er hægt að gera með ýmsum kostum, gangbrautarljósum og öðru. Og að sjálfsögðu er hluti af þessu líka. Það þarf að hvetja lögregluna til meira eftirlits á stofnbrautinu til þess að halda umferðarhraða þar niðri. En þrátt fyrir það að umferðarhraða sé haldið niðri og hann sé kringum 60-70 km á klukkustund þá þarf samt að þá er víða þörf á að setja vegrið. Vegagerðin hefur reyndar staðið sig að mörgu leyti ágætlega í því síðustu ár. Það er ekki langt síðan að þessi vegrið vantaði mjög tilfinnanlega, en eftir mjög alvarleg slys sem urðu á höfuðborgarsvæðinu af sökum þess að slík vegrið vantaði á milli akreina, meðal annars bannaslys, þá hefur þetta gengið betur að fá Vegagerðin til að leggja slík vegrið. Það eru alls ekki 7 ár síðan að stór hluti Vesturlandsvegarins fékk slíkt vegrið og einungis, og ég held að sú framkvæmd hafi borgað sig upp á stuttum tíma því að bara strax mánuðina eftir að það vegrið var sett upp urðu slys sem vegriði kom þó í veg fyrir að yrðu alvarlegri, þannig að þau hafa tvímælalaust sannað gildi sitt. Og einmitt vegna þess að þau hafa sannað gildi sitt þá viljum við hvetja Vegagerðina til þess að huga betur að þessum málum. En þó með þeim fyrirvara eins og ég gat hér áðan, það verður auðvitað að hafa í huga hvar þessar stofnbrautir eru, hvort þar séu að þvera, hvaða hverfi þessar stofnbrautir séu að þvera og til dæmis þar sem þau eru að þvera skólahverfi þarf að hafa sérstaka aðgát og tryggja flæði ólíkra samgöngukosta, það er ekki síst gangandi og hjólandi vegfarenda yfir þessar brautir. Og þetta mál var semst rætt í umhverfis- og samgönguráði og þar var umsögn samþykkt sem
þar sem í henni kemur fram að það sé ekki tekið undir þessa tillögu að minnstakosti ekki að öllu leyti, þó kemur fram í þessari umsögn sem kemur fram frá samgöngustjóra borgarinnar að hugsunina bak við framlagða tillögu sé góð. En þegar að málið kom til kasta borgarráðs núna á síðasta fundi 16. janúar, þá var hún felld. Það var hún felld með, eftir að hafa verið í skoðun þennan tíma. Þá felldu fulltrúar meirihlutans, Besta flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri grænna felldu tillöguna og ég verð að segja að það kemur, þrátt fyrir að þessi meirihluti hafi ýmislegt á samviskunni í samgöngumálum, þá kemur það samt á óvart að meirihlutinn skuli fella jafnt sjálfsagða tillögu og þetta er, því að hún miðar að bættu umferðaröryggi í borginni og fjölmargir sérfræðingar í umferðaröryggismálum hafa látið í ljóst á skoðun að þarna þurfa að standa betur að verki, setja upp vegrið. Það sé alveg ljóst að uppsetning slíkra vegriða, ef vel er að þeim staðið, þá segir það mjög líklegt til þess að fækka slysum í borginni. Og hið góða við uppsetningu vegriða er það að þetta er ekki kostnaðarsöm framkvæmd og þau eru yfirleitt fljóta að borga sig upp. Og eins og ég sagði áðan, það er auðvitað álitamál að einhverju leyti hvar þau eiga að koma. Það er ekki víst að þau eiga að koma, þau eiga að setja upp við allar götur í borginni sem hafa fjórar akreinar. Það þarf að taka tillit til ólíkra hverfa, eins og skólahverfa og annars, en við sjáum það á korti sem var dreift með þessari tillögu á sínum tíma að það eru margar stoðbrautir sem þvera ekki sundur hverfi, þar sem væri mjög þarft að fá þessi vegrið upp sem fyrst. En þessi sjálfstæða umferðaröryggistillaga, hún hlaut ekki náð fyrir augum meirihlutans, ekki fyrsta tillagan á kjörtímabilinu sem miðar af auknu umferðaröryggi sem fær ekki náð fyrir augum hans, og maður verður að lýsa undrun sinni á því og þarna kemur enn einu sinni í ljós að þessi meirihluti, hann fer áfram hér í borginni með ýmsa hagsmuni að leiðarljósi, en augljóst er að þar vega hagsmunir umferðaröryggis, þeir eru léttvægir fundnir greinilega hjá núverandi meirihluta. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og forseti gerir ráð fyrir að hann sé að taka til máls undir 7. dagskrárlið, ekki satt, en ekki 9. eins og hann sagði í máli sínu. 7. Já. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og er honum lokið. Við förum í 4. mál á dagskrá sem er kosning fulltrúa í